Live núna held ég bara. And we're live. From the sold out 15 låta studio. It's time! Byrja að kjafta! Episode 196, nei, betur, í byrni verið að fara í. Já, við ég skrifaði eitthvað vitlaust síðast, mástu. Svo glemdi ég að laga það. Já. Það er búið svo... Ég sé ekkert þetta í byrni, sko. Nei, við erum byrni núna, svo. Steve byrni. Þú ert Steve Byrni. Nei, við. Þú ert alltaf svona að reyna að láta hljóma eins og þetta sé alltaf eitthvað svona solo-mission hjá mér. Hvað segirðu? Lætur alltaf að hljóma eins og þetta sé eitthvað svona solo-mission hjá mér að vera Steve Byrni og eitthvað. Steve Byrni baki. En við erum live, vissulega. Ég ætla að tjekka hérna... Ég þarf aðeins að fara yfir hérna... tæknilegu vinkluna, áður en við neglum þetta. Já, þetta er það sem ég grunaði. Hvað? Þetta heitir alltaf eitthvað vitlist á YouTube. Hvað? Já, einmitt, herru. Ok, gott. Ég þarf að laga hérna... Já, en ég get notað hennar link. Já. Ok, gott. Ég þarf að laga hérna... Er þetta ekki... En ég get notað hennar link. 196? Er þetta ekki 197? Býta aðeins. Þetta er 197. Ok. Það styttist í Big 200. Já. 5 lótan. Það er 197. London uppgjör. Það er geðveikt. Ekki negla það. Já, kæri hlustandi, það er 5. lóta sem heilsar ykkur loksins aftur komnir í stúdíóið. Það er miðvikudagur, ekki mánudagur, núna þegar þátturinn er tekin upp, erum aðeins seinna á ferðinni en við vanalega erum, en það er bara gott að blessa, það má. Við náttúrulega lentum bara á sunnudaginn frá, eftir að verið á UFC í London, tókum okkur mánudaginn frí og var ekki bara fjölskyldustund og bætti fyrir svefnin, sko. Já. Ég svaf í 14 tíma hana mánudags-þriðjudagsnóttina, sko. Svo varst að segja mig frá ykkur hérna tónleikum og latinos. Latinas, skulum hafa það á hreinu, sko. Það er þú sem færir í latinos, sko. Nei, ég er góður. Ég er góður þar. Bara mikið sem er náður að gera á 2 dögum. Já, ég er búin að gera helling með þér. Já, það er ótrúlegt. Taka svona 40 hunda í göngutúra. Ef að byrja á byrjun, er ekki svona sem stendur mest upp úr vantilega bardagakvöldi hans kolla 10. apríl? Jú, það er stóra sem er framöndan. Já, þannig að það er náttúrulega bara að tilkynna einhverja bardaga. Það er náttúrulega Galbin Christensen mætir Sasa Milenkovic sem er 12-1 samkvæmt Boxrec og Kolli er náttúrulega 19-0. Valgerður verður á kvöldinu, Emin Katri verður á kvöldinu. Það er Salmæ og Ísak og Haffi. Já. Það sem hún nefna alltaf próf. Kolla, Valgerið, Emin. Nei, og hvað heitir hann? Bangi? Langi Bangi? Já, Bragi Langi. Langi Bangi. Það er ekki eitthvað sem þú og frúin eru búin að gera. Jesús. Er þetta bara eftir svona one joke pony bara allan dag? Nei, Hvernig var nú að koma, varst þú ekkert afbrýðsamur að þegar við komum heim á Keflavíkurflugvelli, þá er ég á undan þér að knúsa frúna þína? Nei, hún sagði mér ekkert að hún hefði knús. Nei. Hún leina því. Hún er farin að leina hansi miklu, sko. Það er ekki að fara að ræða við hann. Það er konur, sko. Women. Já. Garaðir. Can't live with them, can't kill them. Já, nei, ég var ekkert afbrýðsamur. Ég er ekkert rosalega afbrýðsam típa. Það er líkt því samt. En nei, svo sem ekki. Var beið frúin þín eftir þér á flugvöllunum? Frúin þín beið eftir mér á flugvöllunum? Nei, nefnilega ekki. Hún beið eftir mér á flugvöllunum. Hvað var frúin þín? Það, bara einhverstað annars, sko. Já. Ég fæ ekki svona special treatment, sko, eins og þú. Þetta er Þú varst náttúrulega búin að vera að vinna fyrir þessu alla ferðina, sko. Quality, sko. Það var músi hvert einasta kvöld sem ég þurfti að hlusta á. Goddamn, maður var alveg cringe yfir sig með bara ælun upp í kókstundum þegar þú var bara músi, ástin mín og svo hlaka svo til að knúsa þig. Já, varst það svona erfitt? Nei, mér varst það bara fyndið.
Sko, mér varst það fyrst erfið, sko, svona, þegar vorum að gista saman fyrst, eitthvað svona kvöldi 1 og 2 og ég var svona eitthvað, nú kemur bara að þessu, af því að ég hef gert svo mikið grín á öðrum strákum, þegar Músi síðast svona mikið í kærastunum sínum og til dæmis Jóndan Francisco, ég gerði mikið grín á honum einu sinni, og hann alveg, skammaði sín, og þarna var ég bara, jæja, hér kemur að því. Þú helst ekkert aftur að þér? Nei, hi baby, gott að heyrir, bla bla bla, allt þetta dót, sko. Svo ég farin að gera í því bara. Svo varstu bara með eitthvað svona lýsa í hvernig þið ætluðu að kúra undir einni sængu og ég var bara, good god. En þá var ég komin í ham, sko, þú veist, því meira sem þér líður óþægilega, því æstari verði ég, sko, í að krúta yfir mig, sko. Já, en þetta var bara gott content, sko. Já. En það var fólk að elska contentið, sko. Ég fekk, þegar ég postaði þér og að vera, að vera með eitthvað svona, sko, þá fekk ég alltaf eitthvað skilabót tilbaka, GAUY! Já, og það líka svona fólk sem var með svona einhæfan húmor. Já. Alltaf með sama kommentið, GAUY! Það er geðveikt, en það var skemmtileg ferð hjá okkur. Við gáum út eitt þátt þegar við vorum úti. Já. Við tókum bara upp þátt í garðinum hjá henni Moniku. Já, vinkonu okkar maður. Já. Til að bókaði þú okkur bara, í staðan fyrir að bóka hótel eða eitthvað, þá bara, við ætlum að gista inn á 3 manna fjölskyldu. Já. Miðaldra konu með 2 úlingskrakka, alltaf einhver á krústinu. Og það var líka aldrei hægt að sturta alveg niður. Þannig hvert einan skipti sem ég fór að kúka, þá var alveg svona böndsa pappír eftir. Ég hef aldrei, ég held að ekki eins og bara þegar ég pissaði, þá hafði pappírinn verið eftir stundum, sko. Nei, einmitt, ég lendi í einu svona, sem ég þurfti svona að skilja svona lortur eftir í klóstinu, reyndi að sturta hann niður, og það hefnast ekki, hann bara fór í gaf, aftur upp einhvern veginn, og bara svona flups aftur upp, og ég bara, djöfullinn maður, á ég að standa hérna, þannig til að vaskassin fyllist, eða svona að halda áfram með daginn með kannski blanda mér, vatn og salt og steinefni, kreatín og svona, svo kem ég bara aftur inn á klósett og sturta niður, skilur við. Svo var ég eitthvað svona blanda með vatn og eitthvað, og þá fer ykkur á klóstið, og þá var maður bara svona, nú er ég bara þessi gaur, sem að skilur bara eftir kafbát í klóstinu, og allir bara, fuck that guy, og eitthvað. Það var alltaf einhver á klóstinu, það var svo mikið traffík á þetta klósett. Ég kom hana einhvern veginn upp í íbúð, var bara búinn að þurfa að kúka í, 2 tíma eða eitthvað, það var bara svo loksins komin og ætlaði að fara að kúka. Það var svo, oh no, she's taking a bath. Ég veit ekki alveg hvað klikkað í þessari bókun, sko. En ég fór á Airbnb að því að við ætlum að fara með bara bakpoka. Og þau sem með mér, ég get alveg verið með bakpoka og svo lengi sem að ég get bara þvegið og verið svo gott að geta eldað heima. Það er ofta eyðir maður svo miklum peningi í þessum ferðum að því maður er alltaf á kaffihúsum og eitthvað svona dótið, skilju. Já, tjöld fer þessi peningur fljótt að núti maður. Já. Maður heldur maður bara 2 samlokur hér og þar og þú veist, kaffi og eitthvað. Já. Svo allt í einu bara eitthvað hafnar. Já, nú. Maður bara, ég hef með 200 skall. Já, nefnilega. Þetta er svo fljótt að koma, sko. En ég var bara, við verum bara á Airbnb og getum bara fengið okkur morgunmat heima, fáum okkur að borða áður og leggjum af stað á media day og svona dót, sko. Já. Og getum bara elda gott prótein og svona heima. En svo erum við náttúrulega bara, ég veit ekki alveg hvað klikkaði, sko. En ég vissi ekki að það væri bara einu svona bara í boði á Airbnb að flytja bara inn á okkar fólk. Ég var bara ekki með varan á, sko, en ég var bara, þetta var eitthvað svona, herbyggi, lítið eldhús og bara eitthvað svona lítið kósí, skilju, og baðherbyggi, og ég bara, þetta er eitthvað svona 20 fermetrar sem ég og byggingunum deilt, bara fínt. Ég vil bara fá þvottavél og helluborð, skilju, það er einu sem ég langar í. Fekk það á gott betur. Já, heila fjölskyldu betur. Já, einmitt. Alveg vesinni var að við gátum að ekkert vera að elda, þannig vorum alltaf að borða einhverja kebaba og einhverja kjúklingaborgara og vorum báðir farin að prumpa svo ógeðslega lykt, það var alveg ólíft þarna. Heyrðu, gaur, það var bara allir strætó, það er vekkjóveit að strætóin þarna að leiðinni heim. Það var á síðasta degi fyrir UFC, sko. Það var, sko, þú veist, það var náttúrulega fyrirgefið, sko. Það var á síðasta degi eftir UFC, þá þurfti ég... Það var svakalegt. Þá sleppti ég á. Ég skammaðist mér það. Eða, sko, aðalega því að þú varst svona svo yfirdrifin viðbrögð, skilurðu, þegar, þú veist, þegar svona your homie sem á svona að passa upp á svona reputationum hans og svona aðeins, sem á svona aðeins að vera svona got your back, skilurðu, ég svona sleppi einum í strætó og þú bara, what?
og bara, þú veist, Þetta var færir svo þig og eitthvað. intense maður, ég gat ekki verið þarna hliðina á þér, sko. Ég Já, þú veist ekki verið með læti. Ég beilaði á að drekka vatni mitt, bara því ég held að þetta myndi fara í gegnum plastflöskuna sem var hliðina á þér. Já, en þú veist, þú getur verið bara, herru, nanni minn, ég ætla bara að færa mig kannski bara hérna yfir. En þú þurftur að vera bara eitthvað svona, henda vatni á gólfið og bara henda einhverjum töskum og vera mikið bara svona eitthvað mega sín að þú fannst prumpulykt. Ég var bara gauð rólegur. Já, það var ansið skemmtilegt. Já. Það var gaman að þessu. Þetta er gott að vera komin heim og bara svona aftur í góða mataræði sitt. Já. Og hérna, loksins hættur að pumpa þessu ógeðslega lykt, sko. Já, ég held að þú glúður að því að kaupi ekki svona halal kefír súrmjólk. Já, þú hérst að vera að blanda mjólk og svo var þetta bara... Eitthvað svona halal súrmjólk. Abimjólk eitthvað. Ég hef bara að blanda okkur sem mikið á prótnundufti út í þetta. Versta í heimi sem ég hef drukkið er svona halal súrmjólk eitthvað kefír drasl með saltnetu bragði. Og maður er bara, þetta er viðbjöður. Þetta er viðbjöður. Og svo fekk ég líka gefins einhvern svona prótninduft með læmbragði sem ég blanda út í venjulega mjólk. Og mjólk með læmbragði er líka viðbjöður. Það er allt svo mikill viðbjöður í þessum ferðum maður. En hérna, annars áttu við frekar, það var pökkuð helgi, pakkaði 10 dagar. Já, einmitt. Það var... Maður aldrei gert því að mikið í einni ferð. Nei. Oft hefur bara eitthvað, þú veist, þegar svona langa ferðir og eru nokkur dagar á milli sem við erum ekki að gera neitt. Eitthvað að chilla og fullir og eitthvað. Já. Þarna var viðburður eiginlega bara hvern einasta dag, liggur við, sko. Já, gott sem, sko. Ég held að við fengið okkur 2 daga bara rétt til að ferðast og eitthvað. Já. Annars var það bara, á alltaf eitthvað svona weigh-ins eða eitthvað þarna í kringum Kate Steele. Já. Svo, þú veist, sunnudeginum þá eru að flakka yfir. Nei, við fórum alltaf Nottingham Forest leik á sunnudeginum. Fengum aðeins chill þarna á mánudeginum. Svo bara Arsenal Leverkusen á þriðjudeginum. Og þá er bara miðvikudeginum upp úr, þá er bara allt UFC byrjað. Já, einmitt. Nema við klúðurum hérna, við skildum eitthvað prógrami og komumst ekki inn á hérna ceremonial weigh-ins. Já, einmitt. En ég ætlaði að vera svo mikið að heimahöllu þar, sko, og svona, hvað ætlaði að segja, svona ná myndir af mér með svona stjörnum. Já. Því að þú veist, þá var maður ekki lengur á hótelina, þú veist, þegar maður á hótelin þá var svona bannað að filma inn á og fyrir utan hótelið og eitthvað svona dóðskilur. Ég fylgdi því ekki alveg. Nei. Nema þú sér bara að fá eitthvað svona heimild hjá einhverjum PR-fulltrúum. Já. Og þú veist, það veit enginn hann inni eitthvað svona, þessi með heimild eða eitthvað, þú veist. Þannig að þú sleppir alveg með eitthvað svona smá. Einmitt. En svo, þú veist, já. En þegar maður er komin inn á ceremonial weigh-in, skilur, þá er engar reglur. Þá er enginn eitthvað sem þarf að fara heimild og eitthvað. En það er svona fullkominn tími til að fá svona... Já, það var smá klúður, sko. En við vorum allavega góðir að, þú veist, eins og við vorum bara það var einn annar blaðamaður sem mætti á til dæmis youth boxing seminarið sem þau voru með Fluffy og Lorna Kavanagh og Callum Walsh. Það var gaman, ég vissi ekki eins að hann myndi verða þarna, sko. Nei, það var gaman að fá hann í kaupati. En Arsenal bæinn Leverkusen, hvernig var fyrir þig Arsenal mannin að vera þarna í miðjum bæinn Leverkusen stuðningsmannahópnum? Þegar maður sá þig náttúrulega bara allir svona haldandi utan hún annan og hoppa. Já. Og þú veist, ég stend þarna rétt fyrir aftæði og hugsa bara, þú veist, ég gæti sagt bara, hann heldur með Arsenal, get him! Við vorum bara með hörðustu bullunum frá Leverkusen, sko. Já. Og það var alveg sagt við okkur, ég var eitthvað að filma honum að mæta þarna. Fyrst eitthvað gauð svona ítti niður símanum mínum og horfði eitthvað á mig og ég ég ætla ekki að filma þig, en alltaf, ég held áfram að filma. Og svo bara, you need to stop, because they want to stab you. Já, ok. Já, sko, mér finnst alveg gaman að upplifa bæði Leverkusen hlutan, sko. Já. Ég líka drekka ekki oft, sko, en ég held aðeins í mig þarna fyrir. Já, þú tókst bara þetta kvöld, hestur bara í þig, algjör púki í þér, svo ekkert meira. Nei. Ég ætla að ekki fá okkur cream pint og þú bara, nei, ég er að fara á æfingu. Já, Nico maður. Nico, bardaðastyrkur, hann er án landamærað. Já. Hann getur alltaf æft og passa upp á sig, sko. En það er rétt, sko. Ég, tók smá púka, sko, en það var mikill púki, sko. Ég var eftir þetta bara svona, þú veist, ég hefði viljað fara all in bara í eitthvað bull, sko. Já. Það var komið það mikill púki í mig, sko. Já, einmitt. En, sem betur fyrr, þá hafði þú vitt fyrir okkur og fórst bara með okkur heim. Ég bara, nei, núna, ekkert kókaín, engar hórur, bara, við erum bara heim núna. Ég veit að þið langar í kókaín og hórur, byrja svo á okkur sveppatrippi og eitthvað svona, og klára þetta svo með ykkur ketamíni og svona drasli, skilur, en við skulum bara fara heim og leggja okkur. Já, og góð, fallið það að tala smá sans í mig, sko. En, mér var skaman þegar,
að sjá Arsenal skora sko, og ég maður var líka alltaf hvað, ó nei, ég ekki skora. Ég það samt bara gaman að því að vera bara eitthvað að tralla og syngja með, þú veist, Bayer Leverkusen liðinu sko. Það var ógeðslega gaman. Já, ég líka bara, ég var svona ennþá með heilanum bara, með sönguna á heilanum sko. Og þetta var mjög skemmtilegt. Svo meðan skekk gaman við töluðum við gaur sem að ég held að vera hættilegasti maðurinn í krúnu. Það hann var alveg með hulið andlið sitt. En þá var það bara svona, myndi ekki sjást í sjónvarpinu og vera rekinn á vinnunum sinni. En svo var það bara mest í næs gæi og ég var eitthvað svona að spyrja hann út í eitthvað lag út og ég skildi eitthvað svona fyrstu línunni í laginu út að ég bjó í Salzburg og svona skil smá þýsku því að heyra hana. Og hann fór að hrósa mér fyrir þýskuna mína. Ég var mega ánægður með það sko. Ég bara skil eiginlega ekki neitt sko. Ég tala bara 0. En ég var mjög sáttur með að einhver hrósaði mér fyrir þýskuna mína. Já, bara legit sko. Það bara skilið gott hrós. Já, ég tek því sem að mér gefst. Já, 100%. Þannig að það var alltaf upplifun sko. En margir af þessum gaurum voru bara eitthvað svona skrópi í vinnunni og eitthvað. Vilja ekki að sjást á neinu vídeo. Það voru líka alveg nokkru skuggalegi karakterar þarna sko. Þessi einn gaur sem var með bara fullt af geðveikt stórum örum í hausnum sínu. Bara eins og hann hafi verið skorinn bara, þú veist, 6-7 sinnum bara yfir allan. Þú veist, hann var allir rakar á þessu svæði. Ég var bara holy, og þessi gaur var bara pliðin á mér allan fyrri hálfleikinn sko. Og svo var ég nær þér í seinni hálfleik sko. Ég var alveg bara svona passa með þessum gæða, sérstaklega búið að segja eitthvað they want to stab you og eitthvað, bara hliðin á þessum fucking scary looking gæða sko. En þú veist, ekkert með hnífa á vellinum, skilju, hvað ætlar að gera? Búið eitthvað putabis og stinga í, eða veist hvað? Ég veit ekki, ég veist að segja, gæti alveg verið eitthvað með eitthvað. Mér varst security check ekki nógu gott sko. Það var leita betra á mér á Havok Mobb Deep tónleikunum í gær í Káarheimilinu, heldur hann var leitað á mér á Emirates vellinum sko. Já. Hann með þess eitthvað svona leita á okkur á vas og tjekka ekkert á stóru vösunum þar sem ég var með mækabox og eitthvað fullt af drasli sko, hann þukkaði ekkert neitt á því sko og ég hafði alveg getað verið að pakka einhvern hnífið eitthvað. Já. Gæina í Káarheimilinu, hann grópaði my ass í gær sko. Ég var alveg bara, hey, gerðu þetta líka við vinkunum mína? Já, ok, það er eitthvað. En sko, það er harðasta security check sem við höfum tekið sko, ef við tökum sko með öllum flugvöllum sem við farið í gegnum, ef við tökum þá inn í myndina, þá samt harðasta security checki var á stadionum í Albaníu þegar við vorum Albanía Andorra. Já. Það var harðasta security check sem að ég hef farið á, skilur. Það sem að sko nikotínpúðarnir mínu voru teknir úr boxinu, skilur. Já, þau tóku boxið og bara svona sturtuðu púðanum í lóa henn. Já, bara svona 20 nikotínpúðar bara í lóanum. Allt sem þú getur kastað inn á völlin og þeir var bara, þú máttir ekki fara inn með írbötana hérna og þú þurft að fara út og eitthvað að grafa þá einhverju hólu. Já, það er eitthvað algjört vesinn, sko. Þannig að ég var bara, það var hard security check, sko. En versta security check sem að ég lendi var með minnir að það hafi verið flugvöllur bara í London í einhverjum af þessum borðaferðum sko. Þá leið mér bara, ég var bara harassed þarna af einhverjum flugvallarstarfsmenni sko. Þú veist, hann bara greip í junkið mitt sko. Já. Þú getur með einhvern ekkert sagt, skilur. Nei, nákvæmlega, ég fannst ég bara violated sko. Þú veist, mér finnst þetta lægir þessu gæði greip, svona grópaði þessi rassi minn í gær sko. Þú veist, en hinn gæði bara greip í junkið mitt sko. Hann bara greip bara allan package-in í lóan sinn og bara skvísaði einu sinni. Bara, er þetta ekki bara, bara cock, 2 balls, okay, we're good. Wait, is this cock and 3 balls? Gauri kom með mig eitthvað svona cancer check. Já, nákvæmlega. Þú veit að það finnst ég á nöðu bara að kalla inn einhvern félagann sem bara, þú þurfum að fá auka ball check og þennan. Finnst ég. Þetta er gaman aður. En já, þú náttúrulega hefði getið verið stungin. En, Nottingham Forest Fulham, það var leiðilegu leikur. Já, ekki, það var mjög svona tíðinda lítill leikur, en þetta mark, tjöðlega leiðilegt að gæma bara rángstæður, bara hællinn hans, snúandi í hina áttina, áður en hann hljópi rétt átt, fattur, þetta var bara svo leiðilegasta í heimi og ég hefði grætt 50 skall ef þetta hefði ekki verið tekið. Já, en þú grættir það seinna, með MMA-frétta special. Já, tjöðgrætti á því maður, 800 eurur í vasan, sko. Hvað, 160 skall eða? Eitthvað hannig, já, ekki. Nei, 120, já. My math ain't mathing very good, sko. Nei, við erum ekki hér af því að við erum svo góðir í stærðfræði. Nei, ef við langar að hlusta á stærðfræði-podcastið, þá mæli ég kannski með... Stærðfræði-podcastið? Já. Það er til. Já. Það er einhver að gera það með, er ekki komið podcast allt í dag? Jú. Ársreikninga-podcastið og eitthvað. Já, með Svenna boxara. Svenni boxara með það? Já, hann er allavega með eitthvað svona content á Instagram. Það sem hann er að fara yfir ásreikningi á fyrirtækjum og eitthvað svona viðskipta content, sko. Já. Mjög cool hjá honum, sko. Já, ég þarf að skoða þetta betur. Já. Þetta ásreikninga podcast. Það er að taka MMA-fréttir fyrir, kannski.
Já, Það það er engin glamúr þar, sko. Ég get alveg... Það er bara, okkur hætti þess að borga alla reikningana hérna. Hver einasta mánuð, bara engin vaskvísla, bara starfsmaður hættur. Það er sko, eini starfsmaður félagsins hættir í hverjum einasta mánuði. Það er nokkurn veginn okkar skýrsla. Herru, hérna, ef við renna þess yfir UFC London. Já. Það sem við áttum eftir ógert. Já. Óuppgert. Það var klika kvöld með þér. Já. Það var bæði sko geggjaða bardagar og svo fengum við náttúrulega leiðilegasta bardaga mögulega bara í sögu UFC. Já, heldur betur. Fengum sko hérna MVP á móti Sam Patterson. Já, til skammar í alvörinni. Bara, hvað er að gerast, sko? já, þú veist, hérna, þú veist, ok, hann er eitthvað að segja, þú veist, þetta er erfitt fyrir hann út og það vill enginn engagea við hann og eitthvað, en þú veist, og hann ekki alveg skilja skammina líka. Hann hver? Hann MVP. Það hann er bara að segja, þú veist, Sam Patterson vill ekki engagea við sig og hann er bara counter-striker. Þannig að, þú veist, hann er að tala um þessi frustrating fyrir hann, sko. MVP þá? Já. Já. En, þú veist, á hann ekki bara líka að sína eitthvað frumkvæði og gera eitthvað, þú veist. Jú. En það sko, þú veist, strike-countið, ég held að Sam Patterson hefði verið með 12 significant strikes í öllum 3 lótunum. Hann var með 4 significant strikes í annari lótu. Þetta er náttúrulega bara brandari, sko. Já. Sko, per round 1, 5 significant strike á móti 4. Bara guð minn góður. Sam Patterson er með 2 significant strike í annari lótu. Já, það var 2, ekki 4, já. Nei. Og svo 6 significant strike í 3. lótu. Þannig að sko pældi því að vera með 6 significant strike í 3. lótu en ert þar með séð búin að þrefalda significant strike countið frá því áður. Það er bara, og bara, þú veist, skoruðu allir dómararnir allir lótuna fyrir Venom Page, eða hvernig var það aftur? Jú, var það ekki? Ég var eitthvað svona að meta hvort að Patterson að teki einu lótu í momentinu allan bara, þú veist, það lenti einhver einu temrökkum með eitthvað, þú veist, það var bara ekkert að gerast. Þetta var svo leiðilegt, sko, ég var líka búin að veðja eitthvað á þetta, ég ætla bara, þetta verður geðveikur þetta verður spennandi og eitthvað sem maður var búin að veðja og ég bara, herru, mér langar að, ég gerði bara við konuna, sko, eitthvað veðmál, skilur, eitthvað date-veðmál og ég bara, herru, þetta var svo leiðilegur bara, ég vil taka þetta tilbaka. En já, hann sem þess að tók 3. lótu á 2 sem var líka mín tilfinning, hann hafði tekið 3. lótuna þó var bara, þú veist, það var enginn sem tók neina lótu í þessum bardaga, það töpuðu allir og sérstaklega áhorfendur og mér fannst áhugavert á blaðamannafundunum með að Dana White var spurður út í þetta, hann var bara eitthvað yeah, it was not a good fight, bara eitthvað we'll see eitthvað, ég átti vona okkur svona meira frá Dana White eitthvað svona og það, veist, hann er ekki hræddur að láta sína skoðunni í ljós. Nei, einmitt. Og þú veist, rakkar alveg niður fætara ef hann þarf að gera það og ég skil ekki okkur hann var ekki bara, þú veist, okkur hann leiði sér ekki aðeins að segja eitthvað meira þetta, sko. Já, ég er eiginlega sammálaðið, sko. Það kemur pínu óvart, sko, hann hafi verið svona rólegur yfir þessu. Já. En það er eitthvað, sko Michael Venom Page var líka bara ósáttur og hann var alveg svona, ég veit ekki hvort hann hvort hann sé alltaf með þetta lag, þetta walk-in lag. Nei, ég held ekki, sko, Michael Jackson. Já. Kick me, kite me. Ég held að hann sé ekkert alltaf með þetta walk-in lag, sko. Ég held að það hafi verið pínu svona statement hjá honum að hann hafi ekki verið alveg sáttur með þess gangmála hjá UFC-skilur og þeir sem ég held að það sé meira, sko, gangmála bara state of affairs í heiminum í dag og það sem er að gerast bara í geopolitics, sko. Ég heyrði eitthvað tala um það, sko. Gæti verið. Bara annarkvort, þú veist, bara fyrir þann hans eða bara ástandið í heiminum, af því ástandið í heiminum er sem ekkert glimrandi, sko. Nei, það er allt bara að sjóða upp úr hérna í heiminum í dag, maður er bara smá stressaður hvað er í gangi, sko. Einmitt. Oil crisis, fuel crisis, Strait of Hormuz lokað og hérna, alltaf farið til fjandans maður. Já, og maður var eitthvað að vanmeta Írani þegar kemur að stríði, en þeir eru ansi, já, ég meina þeir geta bara sett Vesturlöndin í fuel crisis. Já, heldur betur. Þetta er ekki stríðis áróðurs podcastið 15 lótan. En hérna, hvað gerum við með, sko, Sam Patterson er miklu betur en þetta. Já. Michael Venom Page er held ég líka miklu betur en þetta.
Ég skil ekki hvað klikkaði þessum barða. Vildu þeir ekki berjast eða? Nei, sko, bara, málið sko, ég skil meira Sam Patterson út og það ógeðslega hættulegt að vaða inn á Venom Page og þú veist, hinir 4 welterweight bardaðarnar Sam Patterson hafa verið bara flugeldasýning frá fyrstu sekundu en Michael Venom Page með, þú veist, gott sigurhlutfall en 0% finishing hlutfall í UFC. Já. Hann bara ekki að engagea, þú veist, þannig að, sko, ég búinn að vera fan af Michael Venom Page, ég var ógeðslega spennt þegar hann kom, en þú veist, ég ekki lengur spenntur og mér væri eiginlega drullu sama ef hann köttaðir, sko. Ég var ekkert að sjá neitt eftir því, en ég laki til að sjá Sam Patterson aftur, af því að hinir 4 bardaðarnar síðan að færa sig upp í welterweight hafa verið geggjaðir og hann búinn að sýna bara, þetta alveg góða fighter, þú veist, maður sá hann debutinu sinni í lightweight, þú veist, maður svona ekkert eitthvað vissum hann, sko. En, þú veist, hann búinn að sýna skemmtilega takta, miklu skemmtilegri takta heldur en Venom Page búinn að sýna í UFC, þá Venom Page átti geggjuð moment í Bellator og eitthvað og þú veist, ég náttúrulega horfði aldrei á þá barda en ég hef bara horft á highlight-reelina og highlight-reelina sem geggjuð þaðan, sko. Já. Þannig, þú veist, kannski þetta bara gaur sem sænar á læra leveli en svo bara fokkin leiðilegur á þessu hæsta leveli og ég veit ekki, hann fær ekki barda á mainkarti aftur, sko. Ekki svona, að þú veist ég held að maður alltaf mainkarti. Já, ok, kannski mainkarti, en ekki pay-per-view mainkarti. Nei, ekki og þú veist, ég held að þú veist, svona London mainkart ég varst það, ég veit það ekki. Já. Þú veist, ég held að séu allir bara fuck that guy núna. Já. Ég var ekki hrifinn, sko. Nei. En þú veist, en svo kemur hann alveg með svona svakalig moment eins og, þú veist, ég ekki búin að horfa á kvöldi aftur eftir að koma heim, sko, en bara svona sá það bara svona inn í búrinu. Hann tekur, sko, rolling slip úr einhverju exchange ég móti Sam Patterson, hann svona slippar og klárar svo bara með rullu, skilur, og út úr distansun, skilur. Og maður bara fokkaði vel gert, skilur. Hann bara svo fluent og hann dansandi og eitthvað og það eru svona litli hluti sem hann gerir sem að mér finnst bara outrageously cool. Já, það alveg rétt. Þannig að við svona, en þú veist, kom ykkur högg? Nei. Þú veist, þetta ekki dæmt út frá því hver með besta rolling slipið og eitthvað dæmt út frá damage og hann var engin damage þannig að ég svona en svo líka sko því hann svo lágt niður með hendina hann 38 ára gamall og maður hefur alltaf tilfinningunni eins og sko þú veist eins og einhver sé að fara að ná honum skilur. Já og hann svo með svo mikla stæla skilur maður svona ok það einhver að fara að ná honum og svona hvenar og maður alltaf svona pínu með hjarta í buksunum yfir því sko og maður vonar svo mikið að það gerist. Það var einhver sem rótaði líka Bellator þegar hann var eitthvað svona jumpa inn, svona bánsa látt niður með hendurnar og svo var einhver sem náði hann, ég man ekki hver var sko. Hann hefur lent í þessu álæri leveli í Bellator sko. Þannig að þú veist, það fullt að gaurum þú veist, og hann að tala núna, þú veist, bara hann á rankings eða ekki og að tala að vilja, þú veist, make a run for the title. Ég held að það séu flestir þarna fyrir ofan hann, þú veist, hann númer 12 núna, fór upp 1 sæti. Þú veist, ég held þessi fullt að gaurum hann fyrir ofan hann, Gilbert Burns, Gabriel Bonfim, Joaquin Buckley, Leon Edwards, Cameron Usman, þú veist, þessi gaurar svona næstir fyrir ofan hann, ég held að, þú veist, allir þessi gaurar gæti farið illa með hann, sko. En hann gæti nulla alltaf út og unnið ógeðslega leiðileg decision. En, já, ég ætla að sjá hann fram út til Carlos Prates. Og bara Carlos Prates með sitt 1-2, bara, búm. Venom Page tapaði á móti Ian Garry, eða ekki? Jú, eða ekki rétt hjá, jú. Já, það myndi mega sens. En að þú veist, en það myndi að vera gaman, þú veist. Ian Garry buffaði Carlos Prates og svona. Þú veist, það væri skemmtilegt. En ég held að, þú veist, Michael Venom Page gildur að liða lag með gauðir eins og Gilbert Burns og Gabriel Bonfim og eitthvað svona. Leon Edwards, sem hann búinn að kalla eftir, Leon Edwards og Usman. Það færi ekki þessa barda. Nei. En þú veist, þá hugsa maður líka, skilur við, hann líka bara kannski pínu óspennandi fighter. Þú veist, maður nenni ekki að þú veist nenni honum ekki og ég skil það alveg upp á þessi marki sko og ég svona þá svona hvað maður að gera sko Nei, ég segi bara gefa honum betri fighter einhvern sem bara rössar á hann og eitthvað þú veist já, bara endilega ef hann vill sterkara competition gefa honum með chance viðbót hendur bara Michael Morales í hann eða eitthvað En svo, að því að, ok, tökum maður sérna main eventið, Moser Evloev á móti Leron Murphy. Moser Evloev ákvað að stræka móti Leron Murphy, en það mögulega af því að það búið að vera að tala að Moser Evloev sé svo ógeðslega leiðilegu fighter sem grappler,
að maður bara ákveðið að gera það pínu skemmtilegt, reyna að vera svolítið entertaining, haft þetta standandi og vera ekkert að glíma neitt of mikið. Nei, mitt. Og, þú veist, þá hugsa maður, þú veist, MVP getur einhvern veginn ekki kalla eftir title eða eitthvað, eftir svona framistöðu, þegar menn sem Ósa Evlóef ákveða bara, ok, ég leiðilegur? Ok, þá bara tökum við þennan bara það svona og ég fer ekki að glíma fyrir henni með vantar actually að vinna lótunar. Svona eins og þú veist, það tekið hann stig í 4. lótu og það er þar sem að Evlóef er bara, ok, ég er hann glímu gangsta núna bara og eiginlega bara tók yfir hennar bara það, sko. Einmitt. Bara, þú veist, sigrar 4. lótu eftir að stíið tekið á honum og sigrar svo síðustu lótu líka, bara dóminiðar leiðan þurfti þess. Já, einmitt. En var upp að því búinn að gera þetta bara svolítið spennandi og skemmtilegt. Já. Skemmtilega strengur. Kom mér mjög óvart að hann skaut ekki í fellu fyrir hann að voru seint í 3. lótu. Kom mér líka óvart að, sko, mér fannst hann leiði þetta í striking og kom mér óvart að hann væri bara með Leon Murphy. Og það var ógeðslega margir sem að voru að kommenta að þeim fannst Leon Murphy taka fyrstu 3 lóturnar. Já. En sko, ok, ég er ekki búin að horfa á þetta aftur í útsendingunni. Úr mínu sæti, við sátum í, þú veist hvað, röð R eða eitthvað, þú veist, alveg svona smá uppi. Já. En mér leið eins og hann hafði klárlega tekið fyrstu lótu og ég einmitt giskaði á að að einn dómari myndi kannski gefa Leon Murphy aðra lótuna en þetta væri splitt lóta en þú veist, mín tilfinning var að Mofsar hafði tekið fyrstu 2 og svo var mín tilfinning að sko Murphy hafði tekið 3 en þeir gáfu allir Mofsar 3. Þannig að svona dómararnir voru all over the place í þessum barda og fólk á netinu var líka mjög skipt þannig að það er svolítið svona já, kannski fólk er kannski svolítið að horfa eftir mismunandi hlutum líka þegar kemur að dómgæslunni. Já, og svo heyrir maður sko að kommentatorarnir voru vist alveg rosalega bæjast. Já, einmitt. Bara talandum að Leon Murphy væri bara að vinna þetta og já. En ég sko horfandi úr stúkunni, mér fannst Leon Murphy aldrei verið líklegur einhvern veginn. Nei. Mér fannst hann bara einhvern veginn aldrei. Mér fannst hann mögulega taka 3. lótu sem allir dómararnir voru ósammála. Þú veist, það var eina lótan sem ég gaf honum skuldlaust í þessum barda og ég hugsaði svona mögulega tók hann aðra lótu. Já. En sko 4 og 5 voru all Mofsar en náttúrulega, þú veist, 9-9 í 4. fyrir punktsparkið, sko. Já. Finnst ekki bara fínt að hann hafi fengið mínustigið, þú veist, hann var búinn að fá aðvörun fyrir punktsparkið í 3. lótu og í 4. hann var það bara tekið. Jú. Er þetta ekki bara fair, eða? Ég er mjög sátt með þetta. Já, alveg 100% sko. Ég verð pirraður sko þegar menn eru að negla í pung og þú veist, en ég skil sko ef að þú veist, bara það maður að, þú veist, kastar einhverju low kick, skilurðu, og andstæðingurinn beygir sig eða bregst við með einhverjum astnalegum hætti sko og þá fer þið í pung og þá fer maður svona, þú veist, eins og dómarinn getur svona horft á vídeóið og svona, já ok, þú veist, þú varst að sparka í læri þangað til að andstæðingurinn færði sig einhvern veginn. Þannig að þú veist, það máli svona að gefa afslátt þar sko. En eins og þetta var bara svona blatant þar sem að Leon Murphy bara svona stendur kjur, skilurðu, og ef að sparki hefði farið á þann stað sem að það átti að lenda, skilurðu, þá hefði þetta farið, þú veist, þá hefði bara, þú veist, sparkið alltaf lenda sem átti að lenda, skilurðu, en það lendi í pungnum. Þannig bara svona, ok, viðvörun, ekki gera það. Og svo bara, ef það gerist aftur, þá bara tekist þig og mér finnst það bara mjög næs. Það er bara mjög flott. Já, ég fagnaði þessu að gera það og þeir eiga að gera þetta meira með iPokin líka, sko, sérstaklega iPokin. En ég fagnaði að dómarar orðnir hans harðari með svona hluti. Fannst þér ekki smá impressive að þegar bardaginn kláraðist þá sagði ég við þig, þeir eiga eftir að skora þetta 48-47, 48-47 og svo 48-47, 48-47 og svo 47-47 og þetta verður majority decision sem var nákvæmlega sem það gerðist. Það var smá impressive. Ég var ekkert eitthvað að missa mig yfir impressiveness. Þú varst bara, oh my god, ég er góður í þessu. En svo fyndi, sko, ég var spot on með þetta, þetta er þannig. En svo er ég í rugli með hvernig lóturnar eru skoraðar. Individually, fattur við. Já, mjög áhugavert. En það er rauninni, sko, allir dómararnir bara samla að Mofsar Evlóef taki lótu 3, 4 og 5. Já. Þannig að þú veist. Já. Og mér finnst það einhvern veginn, og veist allir eru einhvern veginn sammála þá er þetta ekki það, já, mikil debate og fólk vil meina, sko. Já, ég veit það ekki. Alltaf gaman að þessu. En á ekki Mofsar Evlóef bara svolítið skilja að fá til bara það? Jú, ég held það. Við náttúrulega hittum Gene Silva. Já, til það var gaman. Til það var skemmtilegur. Hann var svo næs og já, bara til í þetta. Ég bara eitthvað svona talaði hann og hann alveg bara svona, þú veist, vildi taka hendina mér á fyrra bragði og svona, þú veist,
þú veist, þegar við hittum Patti á hann bara eitthvað, maður mynd, hann eitthvað, já, ok, make it quick then, eitthvað. En Gene Silva var bara svona, já, bara Hún það sko náði Patti þegar var á sloppnum að koma niður úr lyftunni að sækja þessu juice af morgunverðarhlaðborðinu. Ef það er einhver tíminn til að vera svona, ok, veistu stökkar að þessu. Það það held ég þarna, sko. En ég og Patti erum svo ágætis vinnir þarna eftir postfæl-pressinin, sko. Ég fann ég þurfti hans að vinna hann aftur á mitt band, sko, svona sé ekki að sér Iceland guys, maður, just dicks. En ég bauð honum í Reykjavík mat. Já. Ég nefnilega, og ég kynni með þarna Birkir Guðmundsson from MMA News in Iceland og okkur þegar við vorum búnir þá sagði þjálfarinn hans Patti bara, hey Patti, you wanted to go to Iceland og einhver gauð sem var eitthvað, hey, I was in Iceland, I was with Gunnar Nelson in Mjölnir og ég eitthvað, yeah, okay, there's actually 2 big MMA gyms eitthvað, og eitthvað, you'll be very welcome in both og eitthvað, og þannig að svona, þú veist, við vitum hann langar að koma til Íslands, núna er hann meðvitaður að það eru 2 stóra MMA gym Ef ekki bara tala við hann og vera svona, hey, vilt ég bara vera með svona seminar? Já, bara seminar, 15-20 skall yfir helgi svo Patti bara eitthvað ferðast lífið ferðast landið, það var geðvægt það var gaman að því já, þannig að við erum aðeins svona kynnt upp í Patti the Buddy já, hann var aðeins meira hrifin á okkur í seinna skiptið já, eftir að þú eyðilega reputationu okkar sem ykkur myndagubbi að hana ég líka spurði Dana White sko, þú veist, nú Patti talaði að hann langi draumurinn hans að berjast á Anfield og eitthvað hvort það væri í myndinni og hann, þú veist, hann sagði alveg já en svo, þú veist, ætlum við að taka Zuffa Boxing hann breytti einhverju, öllu sem ég spurði breytti hann í Zuffa Boxing hann bara, yeah, maybe not that fight but we're taking Zuffa Boxing, þú veist stundum ég bara, Dana White einbyttur að UFC og promóta þetta almennilega og þú veist, og það núna líka bara komið samkeppni, þú veist, MVP Promotions á Netflix og eitthvað, þú veist, til að borga, sko, Nate Diaz að fara að fá borgað, sko, bara boxing money fyrir barnaðin sinna móti Mike Perry og voru að tala að Joe Rogan og Joey Diaz og einhverju gæjar í podcastinu hjá Joe Rogan ég heldur að það bara verið með eitthvað svona watch-along yfir þessu sko og þá var hann að spurja einhvern svona how much do you think Nate Diaz is getting paid og gæðin sagði 10 million og Joe Rogan sagði I heard it was more og Joey Diaz sagði I heard it was more too þannig að það er greinlegt sko þú veist núna þú veist núna þarf UFC að koma með meiri pening á borðið í viðræðum við fætina sína ef þau vil ekki missa á Netflix og því að ég meina, hvort viltu taka erfiðasta fucking fight lífsins og fá bara eitthvað bara chump change eða taka bara einhvern money fight þú veist, á móti einhverjum retired UFC-gæði sem að græða meiri pening annars staðar, þú veist ef það er easier fight fyrir meiri pening annars staðar þú veist, af hverju myndir ekki bara gera það? Já, 100% og það er líka samt sko, þetta MVP promotions þarna, þeir eru samt svona að ræta á UFC, svona gamla UFC legacy-inu, Nate Diaz Ronda Rousey og svona þú veist, allt það sem að UFC var að gera gott í gamla dag eru þeir bara svona, þeir eru svolítið breyta á sig í svona remember berries og bara svona remember Ronda Rousey, bara I remember I remember það er bara svona þú veist, þetta er svona pínu remember berries en þessum spurningu að þeir búi til einhverja deild eða hvað, því að þú veist hvað hétt það síðast sem kom sem átti að vera eitthvað svona ný MMA deild liðaskipt GFL, Global Fight League já, sem fór bara hausinn sem var dead on arrival sko já, þeir einmitt bara lofuðu bara boxing money til allra og þeir voru bara að sæna þeir voru að sæna bara einhverja gauðra sem að retiruðu fyrir sko 10-15 árum það var bara eitthvað mani hvað Vanderlei Silva átti að fara að berjast þarna og bara eitthvað svona bull sko já, það var eitthvað algjör steik sko þannig að maður veit ekki, þú veist en þú veist, kannski er þetta nóg til að halda, þú veist svona 1 og 1 quote on quote svona pay-per-view card sem heldur bara svona þú veist, þar sem að þeir byrja bara að vera með svona 1 og 1 kvöld og eru þá bara með stacked card en hvort það verður eitthvað svona samkeppni við UFC veit það ekki, þú veist, ég get alveg byrjast á laugardegi á sama tíma á UFC með sínum dagskrá og jarðað UFC sko er bara svona, nei, við erum á Netflix eitthvað svona, hvað þú horfa geta það alveg pottþétt sko en ég veit ekki hvað það verður með eitthvað deild Heru, má ég skjóta inn hérna, ég var að opna Instagram til að leita þessum MVP og ég sé bara að ég var að kynna fight hérna Jack Della Maddalena mútið Carlos Prates þetta verður 2. maí okay. í Ástralíu
Það var heimavöldi Madalena náttúrulega. Já. Við þangað maður. Já, ég var farið til Ástralíu. En það ekki. Til var ég til í að maður. Ossi. Oi. Það er svo mikið stemming sko. Sko ég nefnilega, bara leiðið kom heim, þá var ég bara eitthvað ChatGPT. Segðu mér allt sem er að gerast í Evrópu og eitthvað svona. Það er náttúrulega Azerbaijan. Segðu mér allt sem er að gerast í Evrópu. Það er Azerbaijan kart þarna, hvort það var ekki í júlí eða ágúst eða eitthvað. Jú, júlí. Svo náttúrulega, þú veist, í september fyrir við til Parísar og þú veist, svo er eitthvað kart í Kína og þetta í Ástralíu og það er New York, New Jersey þarna með Hamsat og eitthvað. Það er ýmislegt fyrir okkur að gera, fyrir okkur strákana, sko. Já. Eitthvað sem má skoða allavega. Hvað er Galaxy Arena? Macau. Já, Það er í Kína. Það er í Kína. Já. Já, það er Kínakartið. Já, Songyadong móti Figueiredo. Songyadong Bacardi. Já, ok, þannig að það er eitt og annað. Ég sé ekki þetta Azerbaijan-kart sem við varum að tala um. Ekki? Nei. Það er ekki búið að kynna kartið en það er búið að staðfesta dagsetningunum, sko. Mér minnir þetta hafi verið í ágúst eða eitthvað. Já. Það er svo UFC Freedom 250. Já, og ég er að meta bara eitthvað að leigja spólu þegar það er í gangi, sko. Það er að leigja spólu? Já, bara ekki horfa á það, fattar þau. Bara, þú veist, það er svo boring. Ég ætla bara að leigja Dumb and Dumber og bara gera eitthvað skemmtilega, sko. Það er að leigja spólu frekar að horfa á UFC Freedom 250? Ég segi svona bara því að þetta er svo leiðalt eitthvað. Ég er meira spenntur fyrir MVP promotion kartin á Netflix heldur en ég er fyrir Freedom 250, sko. Ha? Já. Í alvörunni? Nei, sem segir svona, það var bara búið að lofa okkur besta karti allra tíma. Já, þetta er ekki besta kart allra tíma. Nei. En ok, UFC Freedom 250, Ilja Tuburi með Justin Gaethje. Það er samvinnabeltin. Já, en þú veist... Alex Pereira í heavyweight gets Zilikan. Mjög skemmtilegt, já. Ok, Sean O'Malley á móti Ayman Sahabi. Ayman Sahabi alltaf lagi, þú veist, ekki alveg, en Sean O'Malley bara það. Já. Mauricio Ruffi á móti Michael Chandler. Þú veist, þetta er ekki þetta stærsta kart ever, fattar við. En þetta er svona stemning, Spóni Ykkar, Kyle Dawkins. Já, þú veist, þetta verður... Diego Lopez. Þú myndir leifa honum upp að þig. Nei, það er þú. Er reyndar móti Steve Garcia, ég skil ekki alveg. Steve Garcia er svona skemmtilegur, sko. Já. En þú veist, MVP, ég er spenntur fyrir þessu MVP promotion karti. Það er maðurinn sem ég sakna mest úr UFC og það er Muhammad Mokaev. Já. Hann er að fara að mæta Morales, heitir hann ekki Adriano Morales, gæðin sem að keppti móti Mighty Mouse í One. Þeir eru að fara að mætast á þessu MVP-karti og svo er, þú veist, Despain, Robles Despain, hann er að fara að mæta Junior Dos Santos. Það verður einhver klikkaður heavyweight fight, sko. Þannig að það er eitt og annað á því karti, sko, sem er spennandi, sko. Náttúrulega Ronda Rousey, það verður kannski stemming að sjá hana. Já, þetta er samt bara svona nöfn, Já. en ég held að performancearnir verða ekki. Nei, það verður svona stemming í að sjá Ronda Rousey, bara volkinnið. Það er bara stemming að fá hana. Já, við hugsaðum þessi rétt. Ég held að Diaz Perry getur verið skemmtilegu bardagi, sko. Já, það er svona motherfucker bardagi, sko. Já. Það eru svona, einhvern veginn svona original BMFs. Já, náttúrulega Mike Perry, hann er bara King of Violence, búið að kalla hann það. Já, alveg endalaust. Og Diaz náttúrulega bara, þú veist, Diaz er einhvern veginn svo gæði sem vannmetur alltaf, en hann einhvern veginn getur verið að hangja hann inni með hvernig sem er og staði sér vel. Já, hann líka svona, hann er svo dramatískur, skilur, hann fær alltaf skurð fyrir ofan augun einhvern veginn. Hann er með svo mikið scar tissue í kringum augun að þetta bara rifnar leið og einhver kýlar hann. Einmitt, og það er svo dramatískt, það er hann bara strax einhvern veginn, bara labba hann í hringinu og bara strax svo blóður einhvern veginn og maður bara, er svona auka stemning í því, sko. Já, ég vil elska Nate Diaz maður, hann er svo skemmtilegur og þeir bræðirnir, það er bara geggja Nate Diaz sem þá að berjast og einhversi tilbúin að borga hann proper pening. Já, hann kemur bara vel úr þessu. Co-main eventið á Londonkartinu. Luke Riley á móti Mike Ashwell Jr. Geggjaða bardagi. Fannst það ekki? Jú, klikkaður. Ég bara high on Luke Riley og mér fannst bara Mike Ashwell gefa honum bara flotta mótspyrnu þarna í þessum bardaga. Þú veist, mann leið svona smá eins og þarna væri verið að leiða lamb til slátrunar. Já. Vissulega tók Luke Riley allar þessar lotur og það var impressive, dominant sigur hjá honum. Já. En Mike Ashwell hætti aldrei að keyra áfram og hann gaf allt í þetta og hann tók fullt af punishment en hann bara áta og hélt áfram og bara þetta var mjög skemmtilegu bardagi. Maður var alltaf að vonast eftir knockoutinu en þessi motherfucker bara vildi ekki fara niður, sko. Nei, sem var mjög impressive.
Við erum náttúrulega báðið með einhver knockout parlay á Luke Riley, sko. Já, við erum svo miklir fucking DJs maður. Luke Riley með 100 significant strike, Mike Aswell 60. Þetta var svona að þeir núna verið að byggja Luke Riley svolítið upp, sko. Það má ekki vera of auðvelt, en heldur ekki of erfitt, sko. Þetta var svona, það var mjög góð, svona vel matchaði bardagi til þess að svona tryggja heimakrátinu ákveðin sigur og svona, en samt gefa heimannum líka þú veist reynslu. En það var þetta ekki bara, þú veist, þið bara strækuðu endalaust. Sko, ég get ekki séð að Mike Aswell sé með einhverja glímu. Hann er líka bara, hann er bara striker, en hann er kannski meiri well-rounded, svona all-around fighter heldur en Luke Riley, en hann var bara game í að standa og streika með honum, sko. En þetta var samt alltaf, það var alltaf svona spurningin, mun Mike Aswell bara reyna að gera þetta glímu af því að hann gæti haft eitthvað slight edge þar, sko. En hann var náttúrulega líka komin á það knockout og hann er gæi, þú veist, þess að ég var að gera teipstöðið mitt á honum, þá fann ég hann hvergi glíma í þessum barndöfum sem ég horfði á, þú veist, þá vildi hann bara standa og stræka og ég bara ánægði með hann að, þú veist, þótt það var erfitt, hann var að taka punishment, þá fór ég eitthvað smá klins á einhverjum tímapunktum, fattur við, en annars var hann alveg bara, þú veist, hann var að reyna að róta Luke Riley líka, sko. Ég fíla líka bara Mike Aswell bara sem persónu, hann var mjög skemmtilegur á Media Day, var bara svo glaður að vera þarna og, þú veist, og hann var einhvern veginn bara svona hressasti gæinn á svæðinu. Já, ég er alveg sammála. Hann var svona, einmitt bara, hann finnst glad to be here, man. En það var bara geggja, bara allir að spyrja mig einhverja spurninga En það var líka svona, þá fekk maður svona væpi, skilur við, hann væri svona lamb á leið til sláturna, sko. Eða eitthvað svona, hvað er bara allir að spjalla um mig? Og svona, guður, eitthvað, þú veist, það er svona eins og ég er ekki verið að þetta, skilur við. En það er bara, eins og þér. Má ég segja hver kom mér mest á óvart á öllu þessu karti og hver þú veist, ég honum svo mikill big fan af. Máttu segja mér það? Já. Nei, jú. Það Brando Perisic. Já, djöfull ég bara, þessi gæi gæti verið bara, þú veist, þetta gæti verið gæin bara til að blása nýju lífi í heavyweight deildina, sko. Ég held að þessi gæi sé að fara að smóka sig í gegnum deildina. Ég spurði hann nokkra spurninga eftir, þú veist, ég var ekki tilbúin undir þetta og hann var sestur og okay, any questions? Og var enginn að spyrja og ég var eitthvað nýkomin í mig og ég bara eitthvað greip hljónum og bara eitthvað, já, ok, bara spurði hann eitthvað, bara svona on the fly einhvern veginn, þú veist. Og ég spurði hann, þú veist, hvað vill taka marga bardaga eftir árinu? Og hann bara, já, ég verður til að fá 5 í viðbót. Á árinu? Ég var bara, 5, ok. Og mér fannst ég svona smá eftir og svona, var þetta eitthvað smá disrespectful að ég var alveg bara svona 5 og hló smá eitthvað svona. En þú veist, hann vill bara taka 5 í viðbót, ná bara 6 börnum árinu. Ég meina, hann klárar alla bardaga í fyrstu lótu. Hann einu sem tapa held ég á decision á ferlinum, en allir hinnir eru sigrar og allt í fyrstu lótu og núna 2 UFC sigrar í röð og svo spennandi gæi. Þetta æfingafélagið Israel Adesanya í City Kickboxing í Auckland, New Zealand, sem ég náttúrulega mikill fan og góða vinkonu þar sem gaf mér Auckland treyju og ég fer alltaf í hana þegar Auckland gæðinir eru að keppa. Alltaf áttu vinkonu? Já, vinkonu alltaf verið, sko. Já, ok, já, en Perisic hann var ógeðslega spennandi. Já. En líka, sko, ég hafði alveg trú á Sutherland, sko. Já. En, bara nei. Nei, líka, sko, the scary thing við Perisic hvað glíman hans sterk. Því hann í grunninn wrestler og hann fucking huge og maður sá, þú veist, hann var að buffa hann og svo reynir Sutherland eitthvað að skrambla út og maður sé bara hvað Perisic hefur mikla stjórn í glímunni, hvað hann náði að halda sér von á og svona flæða vel með honum og halda honum undir og halda áfram að gefa honum grántök og Gregi Louis var bara svolítið buffaður. Gregi? Djöfull ég spenntið fyrir Perisic, sko. Þetta er nýju uppáhaldsfæturinn minn, sko. Wow, ok. Ekki snæmt. Þetta er one to watch fyrir hlustendur 5. lótuna, sko. Já. Það er one to watch, Chanel Dyer. Já, maður. Vá, ég sem skotin í henni, sko. Þú veit, mest í typakall sem ég veit Þú er svo mikill typakall. Nei, mér fannst svo skemmtilega ork í henni á Media Day að ég var bara, þú veist, ég vissi ekkert hver það var og var ekkert búin að kynna mér hana og hún var bara svo skemmtilega orka og hún bara eitthvað, ég spurði hana, do you have a message for your opponent? Hún bara, yeah, just turn up, make weight so I can knock you out and get a bonus. Sem hún fucking gerði. Sem hún gerði. Fekk $100,000 aukalega, hún átti að fá sko $23,000 fyrir að vinna. Hún fekk auka, þú veist, pældi hvað líf hennar breyttist. Já. Þú veist, hvað er þetta? 15 milljónir eða? Já.
auka 15 milljónir, þú veist, hún bara getur keypt hús fyrir foreldra sína og veist, hún getur bara, þú veist, 15 líf milljónir? hennar já, þú veist já, Í einhverju þú veist, ódýru hverfi, nei, þú veist, já, hún getur þú veist, svo verða einhverjar afborganir fattar, en hún, þú veist hún getur lagt út fyrir bara, þú veist, þetta gjössanlega breytti lífinnar, fattar, ung stelpa hérna og djöfull var hún flott, djöfull var hún fucking góð oh my god, hvað hann var góð og þetta finnist maður, búm, lendi bein og hægri fylgir því eftir með high kick og Ravina reynir eitthvað að kynna sig eitthvað fara í hana og hún bara dregur hann niður í gólfið og bara ba fucking buffa hana djöð, ég elska þessa gælu, sko Hún var mjög nett. já, Já, líka sko að við vorum sko að bíða eftir svona hver myndi koma fyrstur inn í hérna media day já, og það var alltaf einhvern veginn að bíða eftir hérna Melissa Mullins með minna hún hafði átt að vera fyrst. já, Svo alltaf kemur bara svona Chanel Dyer inn og einhver annan námsið bara Chanel Dyer, gjör svo vel og við aðra þetta bara, ha? já, Það átti enginn að vera komin og hver er þú? Eitthvað, þú veist, að hún var að debut skilur við, það var enginn á tánum sko. nei, En svo var hún einhvern veginn bara svona mest átti bara, fekk bara performance of the night bonus og og við náðum frekar skemmtilegu viðtali við hana já, á Media Day, sko 100%. mér finnst það Já, það var mjög skemmtilegt. Hérna, djöð vorum við on í þessari ferð mér fannst bara, það var einhvern veginn það var svo, við gerðum svo mikla vinnu já, og líka bara undir lok ferðarinnar þá var sko dashboardinu okkar á Instagram þegar 5. lótinu yfir 400.000 views síðustu 30 daga Já. þetta er svo stór fucking milestone fyrir okkur tvo sko þetta var bara fucking great success sko já. Við vorum næstu í 500.000 views Já. bara á 30 dögum. það var bara eins og allir Íslendingar og einhverju normenn Og önnur þeirra. já, já, það bara, já, klikkaði með þannig að bara, heyri, sponsor út í bæ þú veist, bara, heyri, fylgist með sko Já, við erum the one to watch. já, nákvæmlega Herru, hérna, Ivo Baranevski stútaði Austin Lane á Já. 28 sekundum. já, Er það sko... skeri, djöðs bissu, djöðs hendurnar á honum, Já. hann er svo massar Já, og hann nær svo mikið sko oft eru svona massaði gæjar einhvern veginn þeir ná ekki alveg svona að translita en þú veist, powerið í þessum gæja er fokkin ótrúlegt sko hann er bara með þetta deadly touch og þessi gæja er að fara langt sko já. þessi klármál En ég skil ekki sem með Austin Lane, skilu. Hann er alveg, þú veist, hann er búinn að vera mjög góður í heavyweight í heavyweight. Er hann sko, er það kötturinn sem að fer svona illa með hann, sko, Gæti niður verið. light heavy? það gæti náttúrulega verið en mér fannst hann líta bara flottur út á viktinni og bara, þú veist, ekkert eitthvað svona drained eða eitthvað þannig hann er náttúrulega mikið kött, þú veist, hann var heavyweight gæi, þú veist, hann er að kötta 40 pund frá síðasta veginni þú veist, hann var léttur heavyweight, hann var 245 pund þegar hann veiði hann síðast þarna veiði hann 205 þetta er 40 pund meira sem hann er að kötta 20 kíló sem hann er búin að skafa af sér það er náttúrulega ekki djók og við vitum að það síðasta sem að þú veist, rehydratast er í hausnum að þér þannig að, þú veist, maður skilur alveg að þú veist, hann mátti við minni höfuðhögum núna heldur en kannski áður og ég held að Ivo kýli alveg að fast og heavyweight hann gera, fattar Já, ég held það líka. já. Ég þarf að vera sammála því, sko. 100%. En, Tjóðlega er hann spennandi maður Já. þetta er gæði sem er að fara á okkar rönn og hérna, það verður bara vissla að fylgjast með því sko. ég hlakka bara ógeðslega til að fá þú veist, fight fregnir bara hvernig hann fær næst hann fekk náttúrulega performance bonus líka þannig að hann hefur fengið 100 G's og bara, þú veist, já náttúrulega búin að fá hérna, performance bonus í báðum UFC fætunum sínum já, bæðið first round knockouts 1,5 mínúta fyrst, 0,5 mínúta núna já. þú veist, ég get ekki beðið eftir að sjá hvað þessi gæi gerir næst þetta er proper police power hérna, sko. Já, þessi er búin að kaupa húsand á fólðinu. já, Það er bókamál. já, í Varsjá það lítur að vera 100%. Herra, Hít stell og svona hári græsli fyrir pappan og Herra, svo náttúrulega Kristján Leifur Duncans eiginlega bara að fór létt með Rómund og Litsi. já, Tjóðlega er Rómund og Litsi og bara... hann leit út svo scared í þessum fight Já, hún er fyrst ekki gott að láta kýla sig. nei Og bara... en það er samt ekki sko það er ekki eitthvað sem að Rómund og Litsi hefur farið í stríð Rómund og Litsi er ekki einhver gaur sem að eitthvað svona og honum finnst ekki gaman að láta kýla sig Rómund og Litsi bara þoldi ekki þessi högg frá Kristján Leifur og Duncan sko. Þetta við höfum séð Rómund og Litsi í skemmtilegum bordum og hann hefur verið að gefa högg og taka högg og þú veist, verið að finna þess að gauðra bæði með góðum submissions og knockouts, fattar við og hérna
kannski ekki, einhver submission kannski, en ég meina, þú veist, mér finnst alltaf eins og hann hafi submitta Jack Hermansson til að ná hann í kálfsleisin, en hann alltaf kláraði hann bara með höggum náttúrulega. En þú veist, bara, þú veist, ég man alltaf eftir þegar hann rótaði Kyle Douglas með hnið úr klinsi fyrir búrið og það var einmitt það sem ég svona hugsaði, þú veist, út að mér finnst of Kristján Línu Duncan hann er svo ógeðslega flashy striker og ógeðslega flottur og hann á það til að meiða gæja og þá vil ég fara að klinsa og ég er alltaf öskrandi á sjónvarpið því ég veði alltaf á hann og ég er svo mikil fan og mér finnst hann alltaf að vera svona að henda því frá sér sem hann næra að orka í búrinu. Ég var svo hræddur að hann myndi koma sér í vandræði með að fara að klinsa við Rómund Dolidze en þetta var eiginlega bara Rómund Dolidze, ég held að hann hafi svolítið svona tapað fyrir sjálfum sér bara í fyrstu mínútum á bardaganum. Það var hann eitthvað, shit, þetta er erfitt, ég ætla bara að reyna að lifa þetta af, og mér varst einhvern veginn aldrei vera nein hætta sem stafaði af honum fyrir Kristján Línu Duncan, sko. Nei. Þetta var eiginlega bara svona mun að ná að nokka út eða mun Rómund Dolidze lifa þetta af, það var eiginlega eina spurningin, sko. Maður svona, Rómund Dolidze virkar sko hægur í standardgeiminu og einhvern veginn vilja fara með þetta í gólfið og bara reyna að hóta einhvern fótalásum og eitthvað. Það var svona hálf... Já, hann var rægur og þú veist, og mér fannst líka bara, þú veist, hann var kýldur þú veist, hann svona horfði undan, bara eitthvað svona algjört svona beginner dæmi, þú veist, bara, þú veist, einmitt, vildi ekki láta kýla sig. En það er ekki eitthvað, þú veist, ég held hann sé líka bara, þú veist, hann er orðinn eldri, hann er orðinn 37 ára gamall og þú veist, kannski bara, þú veist, kannski var þetta stundin það sem hundurinn var barinn úr honum. Já, ég held að það sé svolítið síðan. Ég held að það sé svolítið síðan, já. Mér minnir að Anthony Hernandez náttúrulega bara buffaði hann í síðasta barda og söppaði hann, sko. Mér minnir sko að Marvin Vettori hafi samt, að þú veist, bardaginn við Marvin Vettori. Það var vor. Já. Og hundurinn dó þar, sko. Já. Hann var bara, þú veist, hann getur ekki gert þetta aftur, sko. Nei, ég held að það hafi svolítið verið smá fyrir báða menn. Ég held að það hafi svolítið barið hundinn úr hvorum öðrum og séu svolítið bara svona á niðurleið núna. Já. Náttúrulega Marvin Vettori núna á 3-fight losing streak, sko. Já. Og engin spennt lengur. Hvað er ekki að 2-fight losing streak? Jú, ég man hvað Aron Frans væðina. Sko Marvin Vettori, búin að æfa með hann að vinur hann, sko. Sko Marvin Vettori, hann er making a comeback. Og ég var alveg bara, já Aron, vá hvað ég kaupið það. Bara fór að veðja á hann eitthvað, bara þetta Aron sagði mér það. Já. Svo bara, he is not making a comeback. Nei. En náttúrulega Rómund Dolidze, sko, og Marvin Vettori er búin að berjast tvisvar og vinna sig eitthvað bardagan. Já. Þú veist, ætti að henda þeim í trilogy eða, þú veist, nei, þú veist, það er engin ástæða til þess en þú veist, það er samt trilogy er í boði þarna fyrir þessa tvo, sko. Trilogy. Já, það er ekki alltaf gaman að trilogy, samt. Þó að sé eitthvað svona mid-level trilogy. Já, staðan 1-1. Já, þú veist, hvern annan, þú ert ekki að fara að setja, þú veist, Rómund Dolidze og Marvin Vettori eru hvorugir að fara eitthvað að klifra aftur upp til rankings og eitthvað make their way to a title shot. Það er ekki í myndinni. Þannig að, þú veist, af hverju ekki bara enda feril þeirra beggja á að completa þetta trilogy og já, er það ekki bara fín lausn? Jú. Báðir aðeins að eldast svona og þú veist, þeir eru örugglega ekki marga bardaga eftir. Nei, ég sammála þess. Er það ekki bara svipað gamli? Hvað er Vettori? Vettori er ekki nema 32 ára. Já. Þess að fyndi þessi gæjar eru yngri en ég. Og ég bara, hann er búinn. Já, hann er búinn. Mér finnst ég alltaf in the prime of my life, sko. Aldrei byrjað. Það er rétt. Mér finnst ég að nóg eftir, sko. Já, ég get alveg startað mínum MMA career. Hjartveikur. Sorry. Já, ég þarf bara að fara í aðgerð og þá bara verði back with a vengeance og brenna fyrir þetta og það er bara, þá mun ég make moves í íslenska underground fighting game. Já, það er undergroundið. Það var rosalega MMA underground sena í Íslandi. Það væri ekki að berjast í gryfjunni í hjá Háskólabíó eins og við gerðum í gamla daga. Já, það var alvöru tíma. Sem menn var alltaf, ég fór nú ekki marga gryfið bara það, sko. En ég sá þetta eitt mann einu sinni, sko. Þá var menn sem ekki eitthvað svona berjast, skilur, og svo passi upp á húuna sína, sko. Já. Og svona laga húuna og svo eitthvað svona exchanges og bara, fuck, er húa minn góð? Það var fokkin alvöru dót, sko. Tjóð, það var menn verið tensar á því hérna í gryfjunni. Herru, Danny Silva pokaði upp Curtis Campbell sem átti að vera svona ný vonarstjarna. Já, ég kunni svo vel með hann er svo skemmtilega dorky gæi að ég var bara, já, í fílan. Já. I like this dorky vibe. Já. Sammála. En Danny Silva, þú veist, við vissum alveg eins og ég spurði hann, þú veist,
Dani Silva mætt stiff competition og þú veist, Kevin Vallejo svo 3 lótur mútið Kevin Vallejo sem held ég eini gæinn sem hefur lifað af barda á móti Kevin Vallejo, eða ekki örglega rétt með mér í UFC. Jú, ég held það, já. Hann kláraði eitt tvífarðinn Giga Chikadze, kláraði Josh Emmett og kláraði Kóruubúan Song Hu Choi. Þannig að, þú veist, Dani Silva, við vitum að þetta er motherfucker, sko. Já. Og eins og hans... að Curtis Campbell hafi verið svo mikil favorite á móti motherfucker eins og Dani Silva. Og hann var hann favorite? Já, okay. 1,5. Og líka bara svona að hann var alltaf undefeated fyrir þetta, sko. 8-0 komandi úr Cage Warriors, eða ekki? Jú, nei, FCC, full komin í UFC ekki Contender Series. Já, kláraði í fyrstu lótu. Já. En þú veist, þú mætir svo ekki að Dani Silva bara að verða favorite. Nei, það er svolítið skrítið. Það er mjög skrítið. Já. Svona, það er alltaf að setja pening á Dani Silva svona eftir á að hyggja, sko. Já, 100% sko. Það er svo massi, ég sé svo eftir að hafa ekki sett sko bara single á Nathaniel Wood by decision sem var 4,25 eða eitthvað minnum mig. Akkur setti ég ekki bara húsið á það. Já. Ég hafði setið 100 € bara á það sem single. Bara það er svo stúpid eftir á að hyggja að ég hafi ekki gert það, sko. Það er svo gott að vera vitur eftir á, sko. Já, ég veit það. Ég var bara svo graður í þessu parlay, sko. Ég var með það á parlay, fattur við. Oft er maður aðeins svo graður í þessu parlay, sko. Maður er svo gaman bara, ég er með 300 stuðul. I'm gonna get rich as fuck. Herri, en ég ætla að rappa upp þessu London-karti, af því að við erum í smá tímaþröng. Já, það. Já, en það er sko UFC-kart næstu helgi. Ok, en við verðum svona að minnast það. Þú veist, að Fight of the Night var Mason Jones sem átti Axel Sola sem var alltaf partur á okkar parlay. Just fucking war var það. Axel Sola droppaði hann með spinning backfist og Mason Jones bara hélt áfram og svo hann í loki var hann bara hnýjan aftur og maður bara klára það, þú veist. Hann var semi-kláraðan, þú veist, hann náði að lifa þetta af til loka hortsins, sko, en just fucking stríð var það. Já, það var klikkað. Proper fight, enda Fight of the Night. Já. Alveg 100%. En og respekt á Nathaniel Wood og hann var náttúrulega disrespektaður, fannst frustrating að vera underdog á móti debuting fighter og hann vill fá að mæta ranked opponent sem fær bara einhvern debutant. Ég held að þetta sé síðast skipti sem hann verður onmetinn svona illa, sko. Nú vil ég bara fara að sjá hann climb the ranking, sko. Já, Nathaniel Wood? Já, ég sammála. Veist, ég fílaði alveg svona veðmálarlega séð að Nathaniel Wood sé alltaf svona underdog. Já, ég hef oft græft pinnum. Það var alltaf mjólk að Nathaniel Wood. Það er alveg klikkað. En við fáum næstu helgi. Israel Adesanya á móti Joe Pyfer. Já, spennandi fight, sko. Já, maður veit ekki, svona, er Israel Adesanya búinn og fólk vil meina? Nei, bara alls ekki. Eða er Joe Pyfer hot stuffið sem að... Joe Pyfer er það, en Israel Adesanya nóg eftir. Þú veist, þú veist, hann er kannski ekki nóg eftir, en ég held að hann sé ennþá góður. Þú veist, málið er bara, hann tapaði beltinu sinum út af Sean Strickland, svo fær hann Dricus du Plessis, sem er bara óði gegnum alla og óði gegnum hann líka, fattaru. Og svo fekk hann Nasruddin Imavov sem að ætti að vera næstur for the title. Það er eiginlega fáralegt að hann sé ekki að fara að berjast til Hamzat upp á titilin. Já. Þú veist, mér finnst alveg svona kriminal hvað það er litið fram í honum og Sean Strickland bumpaði upp í innan title fight, sko. Þannig að þú veist, þetta eru 3 töpuröð hjá Adesanya, en ég myndi samt engan veginn segja að hann sé búinn, sko. Nei. Og ég held að hann eigi eftir að vinna hann á bardaga og ég held að hann eigi eftir að taka einhverja geggjaða post-fight ræðu eins og hann gerir alltaf, hann er svo skemmtilegur í kjaftinu, sko. Já. Ég gæti verið eitthvað litar á því að Israel Adesanya er einn af mínu bara uppáhaldsfæturum of all time. En ég held hann eigi eitthvað eftir og ég held hann eigi eftir að sína okkur brilliant performance á laugardaginn, sko. Já, þetta er líka, sko, allt sem að Joe Pyfer hefur verið að mæta hingað til, sko, hafa verið svona skildusigrar. Mark-André Barriol, Kelvin Gastelum, Ambros Magomedov. Ef þú þykist alltaf að fara eitthvað í climb the rankings, skilur við, þá er þetta svona skildusigrar. Og jú, alveg 2 finishes þannig í þessum 3. En Issy er alveg svona típa sem gæti bara skólaðan í bara MMA. Já, 100%. Þú veist, Issy tapar bara fyrir mönnum sem eru svona all that, skilur, sem eru þeir title contenderar, skilur, og það mun nú svolítið svona komið ljós hvort að Joe Pyfer sé það eða sé það ekki. Ertu á þessi leveli, sko. Já, ertu á leveli með hinum strákunum sem að er að taka Issy í gegn. En Issy er samt búin að vera svolítið svona ekki alveg með hugan við UFC.
Það sann? Já, hann svona svolítið eins og gengur gerist, bara fara í gólfið og svona. Það í golfið? Já, búin að vera mikið í gólfi og eitthvað. Já, þú veist, hann getur alveg að fara í golf on his day off, fattar þau? Já, en þú veist, ég bara svona, þú veist, hann hljómaði bara eins og hann væri svona svolítið búinn með svolítið hennar fighting-pakka. Ég held einmitt, sko, það eru svo, þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona slæmt teikjaður með þetta. Það eru ógeðslega margir að tala um þetta á netinu, að hann sé, þú veist, sé ekki sami gæði hann var og eitthvað, en ég held að það sé allir í rugli með það, sko. Ég held að Izzy, þetta er ennþá sami, geggjaði fighter hann var, hann er kannski aðeins eldri, er á einhverju losing streak, en það er bara út, hann er bara að face title contendera. Þú veist, hann er þetta stöðucheck fyrir the top of the tops, fattar þau? Og þú veist, ef þú kemst ekki hann þá þú reddi í titilin. Og eins og sjáum Strickland champion, Dricus du Plessis champion, Imhoff gæti verið næsti champion. Þú veist, ef að Pfeiffer vinnur hann, þá eru ok, Pfeiffer er serious title contender. En ég held hann stöði Pfeiffer, sko. Já, það verður gaman að sjá. En co-main eventið er í mínu bókum eiginlega meira spennandi heldur en main eventið þegar Alexa Grasso mætir Macy Barber. Þú, Nonni, þú og þessar stelpur, sko. Nei, Biggi, þú og þína stelpur. Þú og Macy Barber, sko. Ég og Macy Barber? Já, ertu ekki alltaf eitthvað? Þú ert svolítið Macy Barber maður. Ég er mikill Macy Barber maður. Já, ég er enda líka. Hún er svo ung og orðin svo góð á svo stuttum tíma, finnst mér. Já, og svo ótrúlega well-rounded, sko. Já. Ég er eiginlega bara svona, þú veist, 10-2 í UFC fór sannfærandi gegn Karin Silva á móti Alexa Grasso sem að, já, er ekki búin að vinna barda síðan 2003 þegar hún vann beltið af Valentínu Shevchenko. Já. Heldur beltinu með jafntefli, tapar í svo gegn Valentínu Shevchenko. Það er eiga bara trillatví barda þarna. Já. Tapar svo fyrir Natalie Silva, minni mig frekar sannfærandi. Já. Við minni að Alexa Grasso móti Natalie Silva hafi verið svona frekar sannfærandi. Já. Og Macy Barber er ekkert eitthvað svona pari við endilega Valentínu Shevchenko en Natalie Silva, en hún er rosalega svona sannfærandi í öllum sínum aðgerðum. Já. Og svona bara mjög góð. Já. En það segir svona sitt hvað Alexa Grasso er góð, að hún vann Valentínu Shevchenko og svo í rematchinu og veist, að hún allan tapar ekki og hún heldur beltinu sínu, fattar þau, hún í raun og veru ver beltið með jafntefli. Já. Og þú veist, hún vinnur beltið af Valentínu og verðað. Það er rosalegt, sko. Já. Þannig að, þú veist, Valentína er bara... Það er pinnacle, sko. Já, þú veist, hún er bara the best ever í þessum þyngdarflokki. Og mér finnst að segja svo mikið til hvað Alexa Grasso er ógeðslega góð og ef kíkjum inn á Coolbet, stuðullin á Alexa Grasso 2.48. Það er value bet í því, sko, á móti svona ungri stelpu eins og Macy Barber, sko, ef það væri einhver önnur 27 ára stelpa að fara á móti Alexa Grasso og ég myndi sjá hérna 2.5 í stuðul, ég væri að hamra það, sko. Já. En ég er hræddur við það út að ég hef svo mikla trú á Barber, sko. Það er svona, þetta er ekki veðmál sem maður er svona jumpar á, sko. Nei. Þú veist, það er... Maður er eiginlega meira spá, sko, að henda Macy Barber á parlay en ég hugsi ég seti þennan bara hjá af því að ég hef trú á Barber en 1.5 í stuðul, ég get örugglega fundið einhvern aðeins líklegri með svipaðan stuðul, sko. Já, alveg potið, eins og Chase Hooper móti Lance Gibson Jr. Er það ekki, Lance Gibson Jr., hann er bara... Hann er sonur Lance Gibson sem var líka UFC-fættur í gamla daga. Já. Og herru, ég tók viðtal við hann Abdul Karim El Selvadi. Hann kallaði á Chase Hooper, ég spurði hann, viltu mæta einhverjum? Já. Hann kallaði á Mateus Camilo og Chase Hooper. Okay. Og gaman að geta gert svona vídeo og klift á 2 inn í og bara eitthvað, hann kallar þá út eitthvað svona, þú veist, það er engin annar að tala um að hann sé að kalla það út, þetta er bara eitthvað svona MMA frétta special. Það er gaman að vera bara svona, við erum komin svo djúpt inn í UFC einhvern veginn, að þú veist, við erum að droppa einhverju og við erum að búa til bara, við erum að fá UFC-fætara til að kalla út aðra UFC-fætara. Þú veist, það var bara ég sem bjóð það til þarna. Þú veist að starta bífi? Já, bara ég með snjallsímann bara. En ég hugsa ef ég ætla að veðja eitthvað helgina, það var örugglega Chase Hooper móti Gibson. Já, ég þetta ekki Chase Hooper bardagi? Sko, Chase Hooper var pínu found out þarna á móti Alexander Hernandez. Ég held að það hafi verið, ég held að við varum með annan bardagi í huga. Gekk eitthvað illa þar. En maður er búin að vera að bæta sig rosa mikið upp á því. Sko, ég held að sé aðeins hort fram hjá
Lance Gibson, hann alltaf 0-1 í UFC, tapaði splittið sinni mútið King Green, ég var með peninga á honum í þeim barda, ég gerði smá teipstöndi á honum fyrir þann fight og hann bara, veist, hann ekkert eitthvað spektakulur neinstaðar, en hann solid allstaðar og þetta er gæi sem ekki træddu við fight, sko. Og, þú veist, ég held að sé svona, út af hann 0-1 og Chase Hooper með meiri UFC reynslu og svona, að sé smá litið fram hjá honum, en þú veist, Lance Gibson, veist, pappans var pro-fighter, UFC-fighter. Þetta gæði sem búin að berjast bara frá því að læra að labba, sko. Já. Þannig að, og var, bara með 1 tap á ferlinum þegar hann kom inn í UFC og búin að vera að berjast bara á fulli Bellator, sem að þú veist, eins áttu og kemst áðurum fyrir UFC, basically. Þannig að Lance Gibson Jr. alveg gæði að, þú veist, ég held að menn séu kannski aðeins að horfa fram hjá honum, sko. En ég myndi samt alveg skilja að Chase Hooper væri favorite, sko. Hvað segir Coolbet hérna með Chase okkar Hooper? 1.40, 3.2 á Lance Gibson. Ég held að sko 3 á Lance Gibson sé alveg bett, sko. Já, það sé ég ætla að para saman hérna Lance Gibson og Alex Grasso. Þú veist, 7.49 í stuðil, hendur smá á það, bara að gána þessu. Ok. Nei, ég ætla ekki allt þetta hlustundur. Ég tek þetta tilbaka, við skulum gera eitthvað sem við vinnum alveg örugglega á. Já. En við hendum, við erum alltaf on a hot streak eftir síðustu helgi, þannig að við þurfum að smíða eitthvað carefully, eitthvað sem lendir. Já. Við þurfum að sýna okkar fylgjendum að þú veist að það sé vitið í að elta okkur. Já, það er rétt. Þetta er ekki bara eitthvað, þetta er ekki slís, sko. Nei, einmitt. En það bardaðarna sem ég mjög spenntur fyrir svo er Ricky Simon og Adrian Yanez. Já. Það er skemmtileg bardaði, bara gæti verið 50-50 bardaði. Ricky Simon er smá favorite, en ég veit ekki, ég trú á Adrian Yanez. Mér finnst svona Ricky Simon, þú veist, hann er ógeðslega góður, en mér finnst svona eins og, maður átti alltaf vona að hann færi ofar, og svo hafa verið eitthvað svona hiccups á honum, sko. Já. Það er búið að vera svolítið enskan, sko. Þú heldur flottur með derruna maður. Þú er svo mikið derrukall. Þessi? Alltaf með derring náttúrulega. Já. Eyrun svo svakaleg. Já, sko, ég ekki að vera með derru, sko. Þetta er ekki gott. Ég bara, fyrst þú var komin, þá myndi ég hendur á. Við vorum báðir, við finnum alltaf fengum þess að fínu Coolbet derrur fyrir ferðina og við erum báðir svona mjög litli derrukallar, sko. Já. En svo í endan, við vorum bara báðir farin að fíla okkur helviti mikið með þessar derrur, sko. Já, ég fann að vera svona derrukall, sko. Alltaf með derruna, sko. Herru, ég ætla ekki að fara að slá botnin í þátt, af því að ég bara, því miður, verð að fara að taka á næstu verkefnum dagsins. Já, einmitt. Það er seinni æfing dagsins. Já, ég myndi að fara á æfingu líka alltaf að kíkja upp í VPC, taka smá, liftingar þar. Já, það var litla. Er það Níko? Nei, ég er bara aðeins að koma mér í gang eftir hjartavesinnið og ég er ekki alveg að nenni þessum hoppum og skoppum sem Níko lætur mann gera, en það er klálega planið að fara aftur í það, sko, en ég er bara svolítið að reyna að gera það eins einfalt og ég get núna. Þannig að, þú veist, það er bara, ég og ChatGPT erum bara búin að vera að smíða eitthvað saman og svo á ég eina góða vinkonu sem er aðeins búin að hjálpa mér að svona fínpúsa og og það bara gengur anskoti vel, sko. Ég er samt voða og orkulaus eftir þetta hjartavesen, sko. Stundum er ég bara eitthvað, að veist, ég finn bara að ég er að taka miklu minni þyngdir en ég var að taka á þetta gerðin, sko. Þannig að, en þetta er alltaf eftir leið samt, sko. Nice. Maður er á upplið. Það er það sem við viljum, sko. En ég er minna á, það er að fara að vera, sko, dómaranámskeið hjá Muay Thai sambandinu. Já. Og þeir verða svo með fyrsta sparrmótið í lokin og þá fá, þú veist, þeir sem fara á námskeið og dómaranámskeið, fá þá að æfa sig að dæma á þessu sparrnámskeið. Það verður keppt í, þú veist, A, B, C og D-flokkum og þú veist, í D-flokknum þú veist, það er bara fyrir algjör og byrjendur, þú veist, mjög stranga reglur, þannig að, þú veist, og svo alveg upp í A-flokk, það sem er bara, þú veist, olbúar, nýja og allt leift en í hlífum, sko. Þannig mjög spennandi Muay Thai á Íslandi, ég er svo peppaði fyrir þessu. Já, fylgist með. Já. Og fylgist með inn á tix.is, það er risa nefnleikaveisla, Kolbeinn Kristensen, loksins best á Íslandi gegn Sasa Milenkovic. Já, bara erfitt með þessu austuröfu, sko. Já, bara get your tickets while you still can, sko. Þetta verður svakalegt og, þú veist, VIP-dæmið þarna áttur á svakalegt að vera veitingar og læti, þetta er í Gamla bíó, þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er ekki bara nefnleikaviðburður, þetta er eins og theater, fattaru. Gamla bíó, fólkið nefnleikar snúið tilbaka í Gamla bíó eftir 70 ár frá að nefnleikar voru bannaðar á Íslandi. Þetta er fyrsta skipti sem að atvinnumennir okkar fá að keppa hérna heima á íslenskri grundu. Allir 3 atvinnumennir okkar er að fara að mæta þarna
og okkar bestu ólympísku boksarar að fara að vera þarna líka, við erum að fara að lýsa þessu, djöfull verður þetta fucking gaman, ég bara get ekki beðið. Þetta verður bilað. Þetta verður geggjustemning. Herru, við þakkum öllum fyrir að hlusta. Við sjáumst eftir á mánudaginn með, drekklaðin þátt, betur sofnir, Fáum eitthvað skemmtilega gest með okkur næst. Það Braga Langi, hann mætir Já, hann mætir maður, við erum búin að bóka hann. Við erum búin að bóta Vel Braga. gert maður. Það normaðurinn sem að æfa með Kolla akkurat núna. Já, voru byggt upp í sjáðan. Já, voru byggt upp í áðan og hann berst náttúrulega á kvöldur, hann opnaði kartið, meinum hlutum. Opna meinkartið, Já. Einmitt. Og þannig að þetta verður bara, hvað getur snilt, fáum Braga og fáum að kynast honum. Gekja. Herru, við þakkum öllum fyrir að hlusta, sjáumst